Donni Sigurðsson, þjálfari Þór Káa. Donni, nú Hassan að byrja hérna heima. Fyrsti heimaleikur á morgun, nýliðar Fylkis komið heimsókn. Hvernig leggst þetta í okkur? Mér leggst bara mjög vel í okkur eins og allir leikir. Við hefðum viljað að þessi leikur hefði komið aðeins fyrr. Við hefðum viljað að fá hann bara daginn eftir hinn leikinn. Það er allir mjög gíraðir og spenntir og spila fyrsta heimleikinn og móti hörkugóðu lið Fylkis. Hvernig leggst bara svona sömari svona heilt yfir í því? Ég meina, megum við eiga von á gjörólíku sömri heldur en í fyrra, fótboltalega þessi? Nei, við munum eiga von á bara mjög svipuðu sömri. Við verðum í toppbaráttu og ætlum okkur að vinna titla og það verða sömu lið í toppbaráttunni og svipuð lið í botnbaráttunni og það verður mjög svipað held ég. Við erum með svo sem mikla breytingar í okkar liði og þeir leikmenn sem kom inn staðið sér frábærlega og við erum mjög spenntir bara að fólki komi á morgun og svo alla hérna leikina og sjáu þessi nýju leikmenn og þetta lið sem við erum að gera og erum að byggja upp þegar það er svo sannlega skemmtilegt. Þú tókst 2 titla fyrra, það var Lengjubikarinn og meistarana, þú mistar því núna, þannig að það er bara þessi stór eftir. Getum við sagt okkur það? Já, við verðum að reyna það. Við stefnum bara á að vinna allt sem við getum unnið og sjáum svo bara hvað það skilur okkur og eðlilega eins og alltaf þá bara ferum maður í alla leiki og leggur þú þannig upp að þú vinnur þá og þannig að gera þá ráð fyrir því að við vinnum því að við gerum ekki ráð fyrir töpum. Þannig að þá vinnum við allt en við sjáum svo bara hvað setur en við erum bara spennt fyrir leiknum á morgun nr. 1 og ætlum að kvita fyrir hinn leikinn og koma okkur á stað og byrja saman stigum. Það er töluverð breyting núna á liðinu okkar milli ára, við mistum sterkar leikmenn en við erum svo sem fengi líka sterkar leikmenn eins og til dæmis Láru Kristínu og Stjörnunni og svo er spurningamerki með þá hollensku, hvernig hún á eftir að rennast. Akkurat og fengi hörkugóða stelpur í þessum leikmennum sem þú nefndir og fengu Bryndís aftur heim og Íris hún alltaf eftir að sína okkur svona, þú veist, hún var alltaf bara lentu morguninni fyrir síðasta leik og seinni hálfleikurinn frekar slagur hjá liðinu, þannig að hún náði kannski ekki alveg að sína sitt rétta andlit þar en hún á eftir að sína sitt andlit vonandi bara morgun strax, sitt rétta andlit og spennandi að sjá það en það er alveg rétt, það er fullt af breytingum og svo náttúrulega er stelpur að stíga upp líka sem eru bara okkar stelpur sem hafa komið upp úr okkar starfi og fá stærri hlutverk í liðinu núna og það verður ennþá meira spennandi að sjá hvernig það er standi. Það náttúrulega eru þetta eins og þú segir á stelpur sem eru að koma úr yngarflokkstarfinu sem var gaman að fylgjast með bara í Lengjubikarnum og þannig að þetta eru nýjungar og breytingar og fullt af spennandi hlutum að gerast. Já, engin spurning og við höldum bara áfram að þróa okkar leikmenni sem við höfum gert í undanfarin ár, bæði fyrir mínu tíð og svo í minni tíð og það er bara ótrúlega skemmtilegt að geta alið af sér flotta fótboltamenn. Við erum virkilega stolt af því að hafa sendt 2 leikmenn í atvinnumennsku núna eftir síðast tímabil og vonandi náðu að senda svo fleiri í atvinnumennsku og koma ennþá fleiri í landsliðið á næstu misserum. Það er auðvitað leið og sumir segja að sé fullt að missa sterkar leikmenn yfir í atvinnumennsku og jafnvel skóla, erlendis svona. Þá er það bara rosalegt hrós fyrir félög eins og hérna að leikmenn skuli koma svona langt. Já, engin spurning. Ég held að það stærsta sem að leikmenn óskar sér í þessu er að komast lengra og það atvinnumennska eða landslið eitthvað slíkt og við erum afskaplega stolt af því að hafa getað hjálpað þessi leikmennum og öðrum og svo sem fyrir mína tíð líka og höldum áfram að gera það. Við stefnum að því að búa til ekki bara eins gott lið við getum, heldur líka eins sterka einstaklinga út í lífið og reynum að halda eins og við utan allt sem við getum eins og við getum og vonandi eins og ég segi fáum við bara sterkar einstaklinga og betra lið. Við hvetjum náttúrulega bæjarbúa til að fjölmenna á völlinn á morgun og styðja stelpurnar til Sigurðs. Já, þú veist, engin spurning. Við höfum haft bestu stuðningsmennina 2 ár núna í röð og ég held að það hafi verið valið það, ég man ekki alveg minni það og það er guðun að bænum við erum svo svakalega sterkasta samfélagið í þessum bolta og eigum að standa saman áfram 2 lið sem standa þessu og mögulega fleiri í kringum okkur og það er allir að mæta á völlinn og styðja stelpurnar og helst með trommur og læti og svoleiðis búa til góða stemningu alveg frá fyrsta leik því að við fengum klárlega svona högg í magann í síðasta leik en nú þurfum við heldur betur að fá stuðning og stelpurnar þurfa að sýna það svo á vellinum og hvað eru góðar en fyrst og fremst þurfum við bara öll að standa saman og gera vel saman á morgun. Það er náttúrulega aldrei gott að fá svona spark í rassinn eins og við genum síðast en kannski í og með pínu lítið og holta kippa mönnum niður á jörðina og segja bara við erum mættar. Hvað að gera í sumar? Já, klálega. Við ætlum að mæta á morgun og eins og við gerðum í fyrri hálfleik á móti Val þá ætlum við að mæta brjálaðar eða stelpurnar mæta brjálaðar, ég verð brjálaður og ætlum að gera okkur allra besta á morgun og reyna að vinna Fylki.
Og leikurinn byrjar klukkan 18 ef maður rétt. 18 og þá að mæta fyrr og sína stuðning í verki eða að segja sína stelpunum að þeir séu mætt fyrr og búið til góða stemningu frá fyrstu mínútu. Frá Þórkáfa. Engin spurning, takk. Takk vel. Takk.